Góðan daginn, góðu vinnir og velkomnir. Við erum komin í nokkuð þekktar stellingar og svona allavega einhverjir vita hvað framundan sé. Og sumum hlakka til að heyra. Já, þeir sem að endast gerðu það vegna þess að þeir vildu lék forvitna á að vita hver ræðan er í dag og það er góð sviti og auðvitað svar til manneskju að hún elskar Jesú. Og það eigum við að gera, við eigum að elska Jesú. Og sumir líka elska Jesú og sumir mjög heitt. Vegna þess að hann er það sem við þurfum á að halda. Og meira, hann vil vera partur af okkur. Hann vil ekki vera eitthvað hlutlaust dæmi. Vegna þess að í eðli sínu er hann hér til þess að aðstoða okkur við lífið. Þurfum við ykkur aðstoð við lífið. Já, náttúrulega það er hægt að varpa þessari spurningu fram og núna biðja menn að svara þessu hver fyrir sig. Ég held að það þurfi nú ekki neina rosalega umhugsun til þess að komast að raunum. Jú, að við þurfum aðstoð við lífið furðu oft. Það eru alls konar flækjur sem kom upp og við erum ekki alltaf sanngjörn og við erum ekki alltaf sátt. Okkur finnst að okkur vegið til hægri og vinstri og þetta er svona einn vandinn sem við erum að eiga í þessum ágæta heimi. Og akkur ætti ekki að vera vandi þar. Hvað segir ekki orðið? Heimurinn er fallinn. Þetta er eðli mannsins sem að grípur þarna inni og reynir að ráðskast og stjórna og stýra. En maðurinn er í raun og veru ekki kallaður til þess að stýra og stjórna nema að hann hafi í sér það sem Drottinn tók til sín aftur við fallið við skilnistríð sem heitir heilagur andi. Þá er hann komið með fingurinn sinn í öll verk manna og getur haft áhrif á það sem hann velur. Já, þú velur, ég vel. En hann, heilagur andi, getur haft áhrif á það. Hann skipar engum, hann stjórnar engum, en hann getur haft áhrif. Og áhrifin sem við erum hér að tala miðar engum og sérilagi við kennslu. Og kennsla getur farið fram með margvíslegum hætti. Þú lest orð Guðs, gott kristilegt efni, þú heyrir ræðu og svo framvegis og framvegis og svo tekur þínar ákvarðanir út frá þessu. Sem sagt, þegar trúin kemur til skjalana, byrjar að leita í hennar rann. Akkur leitar í hennar rann, alltaf sé ekki að reynslunni, sem segir að þessi leið sé góðu leið. Já, reynslunni. Við þurfum að reyna Guð með þessum hætti. Þetta segir hann það sjálfur. Reynið mig einu sinni með þessum hætti, þeim hætti, og athuga hvort ég opni ekki flóðgáttir himinsins fyrir yður eða eitthvað í þeim dúr. Reynum Guð. Reynsla. Við köllum þetta nokkrum orðum og til að mynda stíga fram. Stíga inn í eitthvað. Og þegar við erum stígin inn í eitthvað, þá kemur út úr því fótspori reynsla. Var hún til góðs? Var hún ekki til góðs? Það kemur í ljós. Að við stigum inn í. Töldum okkur vera að gera rétt, en komum svo raunum, kannski, að þetta var nú ekki neitt hyggilegt spor sem ég steg þarna. Og það er allt í lagi. Svona bara er lífið. Það er að segja, ef við höfum við til að læra af því. En allt og oft er að við erum að höggva í sama knérun, leita á gamlar slóðir,
farið þessi hjólförin og hinn hjólförin að þið þekkið þau svo vel. Það er ekki, það er auðvitað reynsla, en ekki reynsla sem má segja að góður lærdómur hljótist af. En það á einmitt lærdómur sem við erum að læra hér í Jesú nafni að gera. Hún á að vera skiljan sem skilur á milli góðs og ills. Ef við veljum sjálf hvernig við höfum þetta, hvort við gerum þetta svona eða hinsegin, og það gerir það enginn fyrir mig. Með öðrum orðum, ég, segðu þetta með mér, ég tek ábyrgð sjálfur á mínu lífi og þannig að Guði boðið. Þetta er mjög mikilvægt að við áttum okkur á og líkur minnka á að ég verði þessi bendandi fingur sem kenni öðrum hvernig fyrir mér er komið. Jú, vissulega. Geta menn haft áhrif hvor og aðra og þeir gera það. En akkur hafa þeir áhrif hvor og aðra? Vegna þess að ég og þú við leifum það. Er það ekki þannig? Við leifum fólki að hafa áhrif á okkur. Og auðvitað er það mjög erfitt að vera innan fólk og koma þannig, seglu þannig til að enginn hafi neina áhrif á mann. Ég held að maður sleppi ekki til það. Hvernig sem er, þá á ég að vera það vel að mér í til að mynda fræðum Guðs að ég gangi veg Guðs. Og þetta snýst alltaf það, þessi kennsla og önnur kennsla, að ég gangi veg Guðs og engan annan. Þetta er bara lærdómurinn. Þessna erum við líka að þessu. Að við viljum hafa þetta alveg á hreinu. Sumir hafa þetta meira á hreinu en aðrir, en ég og þú og hver sem getum alveg haft þetta alveg á hreinu. Og það er einmitt það sem við erum að gera. Við erum að hjálpa mönnum til þess að vera með hluti alveg á hreinu. Og við sem trúa fólk, við bendum alltaf á leiðirnar sem að Jesús hefur. Og hvaða leiðir eru það? Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og þá munum þur veitast þetta að auki. Þetta hvað? Til að mynda það, þú sækir reynslu og af reynslunni fer að vingsa úr. Tekur það góða inn, það verra verður eftir. Það er bara histmið fyrir þér. Með þessum hætti, ef þú lifir svona lífi, þá verður þú mjög hyggin manneskja sem að, þarft ekki endilega að lendi ykkur svakalega vondum skakkaföllum. Ég held að Drottinn sé hérna einmitt til þess að stýra okkur framjá þessum vestu skakkaföllum, en ég held að reyndar að enginn sé nú með það fullkomið líf að ekki slíkt hendi. En kannski þessu stóru afdrifaríku skakkaföllum, ég tel að Drottinn geti alveg forðað okkur frá þeim. Þess vegna er hann líka alltaf að tala til okkar. Hann er að mata okkur, hann er að reyna okkur, hann er að gefa okkur reynslu, því að ég þarf að eiga þessa reynslu svo ég geti sjálfur metið hvað er rétt og hvað er rangt. Þannig er nú lífið. Og þetta er ekki flókin fræði. Þetta liggur alveg fyrir og hver manneskja viðurkennir ekki að svona sé þetta og ekki öðru sig. Þessna líka eru við að lúta Guði, lúta hinnum uppreisna Jesú, að við viljum að hann sé fyrir okkur eitthvað merkilegt. Og hann er mjög merkilegt. Sjálfur hef ég aldrei kynnst neinu jafn merkilegu og Kristi. Og hefur maður þó reynt ýmislegt og gert ýmislegt sem að sumt hvert var afskaplega merkilegt. En það allt saman fölnar hjá því að eiga Jesú í sínu lífi. Því að þó sumt sé merkilegt og mjög merkilegt, þá er það ekki eitthvað sem að færi mig inn í hið eilífa líf. Ég trúi á eilífa lífið. Hvað með þig? Trúir þú á eilífa lífið? Er þú kannski sáhaldsins maður
sem að segir að þegar að menn hverfa hérðan þá sé þetta bara búið. Ég trúi því ekki. Þess vegna er ég að gera það sem ég er að gera. Þess vegna er ég að tala um Jesú. Þess vegna er ég að tala um heilagan anda. Þess vegna er ég að tala um orð Guðs og svo framvegis. Að ég trúi því að það sé eitthvað meira en þetta. Og ég vil ekki missa því. Og þú vilt alveg örugglega ekki missa því því einn daginn þá myndi að horfast í augu við þetta, raunveruleikann. Núna er tíminn. Nú er rétt að gera þetta. Nú er rétt að ákveða sig. Nú er rétt að taka ákvörðunum, já, ég vil fylgja Jesú. Og hér er ræða sem að beinir þér alveg hiklaust í þessa átt, ekkert í neina aðra átt líka sem jafn gilda, því hún er ekki til. Jesús er einn, trúin er einn og Guð er einn. Og þú ert einstaklingur, já, einstakur einstaklingur sem Drottinn vill fá, af því hann veit allt hitt. Hann veit að þegar syndin kom inn í lífið, þá var sett upp hula fyrir hverju. Þessum atriðum sem við erum að tala um, þessu eilífa lífi. Það var sett upp hula fyrir það og til var hugsun að við dauðar þá sé þetta bara búið. En maður spyr sér nú í dag til hvers væri þá maður að koma ef maður lifir í hvað áratugi, svo flestir gera, og svo er þetta bara búið. Við öll höfum gengið í gegnum svo miklar þjáningar. Við öll höfum gengið í gegnum svo mikla reynslu, fengið yfir okkur hvert skaflinn eftir annan sem okkur leið ekki vel inn í. Við höfum verið innan alls konar svik og lygar þeirra í kring og allt þetta. Og svo er þetta bara búið. Halló, til hvers var það allt hitt? Orð Guðs kemur að því máli. Það er synd í heiminum. Og það er syndari syndarana sem heitir Satan og hann er bara í að ljúga. Það er hann sem að dróa upp höluna sem sagði við mig, Konráð, það er ekki neitt meira heldur en þetta. En svo kom Jesús, trúin, og svipti þessu burt og ég sá inn í eilíðina. Og svo kom fræðslan og reynslan og ég segi, það er partur í mér sem heldur áfram að vera til. Með öðrum orðum, ég sem einstaklingur, hugsandi vitsmun að vera bara eins og í dag, held áfram að vera til. Og nú veit ég hvert ég er að fara. Nú veit ég að Jesús tekur á móti mér. Og þetta eru góðu fréttirnar. Þess erum við líka að þessu. Áratugum seinna erum við enn að tala sömu orð í raun og veru. Að við trúum þeim. Þau eru svo bjargið okkar. Þau eru eitthvað sem að bara vill ekki ganga á grunn. Og hvernig er með sannleikan? Vill hann ganga á grunn? Þó hann vildi það, þá gæti hann það ekki. Því hann er sannleikur. Og sannleikur segir, þetta er meira, kæri vinur minn, en þetta. Og Kristur dói mitt vegna sinnar vissu að það væri til meira en þetta. Hann vissi alveg að það var hægt að blekkja mig. Hann vissi alveg að það var hula fyrir mínum augum sem sá ekki þetta sem hann vissi. Og svo fekk ég trú, þá sveftist þetta burt og eilíðin blasti við. Og ég þar. Og hvað gerir þetta? Jú, þetta vekur þakklæti til hins uppreisna krossfesta Jesú Krist. Og verkið fór að gang. Kirkjan var til, söfnuðirnir eru til, fólk sem Drottinn hafði tekið úr heiminn til sín byrjar að myndast. Og þeir eru út allan heim. Og þeir eru fleiri en ég. Og þeir eru fleiri en við tveir. Þetta er stór hópur. Kannski samt minni hluti mannkins. En samt stór hópur. Og þetta er hópurinn sem við tölum að sé hólpin. Þetta er hópurinn sem viðurkennir þann sannleika að þetta sé bara búið við líkamsstöðan.
Ef við hugsum það málið sem vorum að tala um áðan, þá er það afskaplega ólíklegt. Finnst okkur það ekki? Við töluðum áðan um það að við lifðum hér í alls konar ásigkomulagi. Menn bregðast, konur bregðast og við erum beitt ósanginni, við erum oft í vondum aðstæðum og svona bara er líf manna. Svo er bara allt búið. Stemmir ekki. Eins og svo margt annað sem við getum dregið upp myndir af og trúa. Nei, vinur mínir, þegar aldurinn er kominn, tíminn er kominn, þá hverfum við inn í þessa móðu miklu eins og við segjum stundum og erum þá að tala bara um dauðan. En dauðinn er afstæður. Það segir trúin við mig. Þegar nýtt tekur við þegar þessu lífi sleppir. Nýtt líf og núna með Jesús. Og hvernig líf er það sem hann er að bjóða? Líf þar sem allt er í lagi, allt leikur í lyndi, allir eru vinir, enginn hatar hvorn annan, enginn bruggar og launráð gegn öðrum. Það er þetta sem býður. Þetta er til, því að heimnaríki er til. Og þar er þetta svona. Allir saman. Vinir, kærleikur ríkir. Af hverju? Að því Guð, ljósið sjálft, ræður og ríkir núna, þar. Við erum á öðrum stað. Af hverju Drottinn gerði þetta svona, ég bara hef ekki hugmynd um það, ég veit að þetta er svona og það veistu auðvitað jafnvel og ég. En þetta er meira. Og það er það sem við erum að tala um og gera það sem við erum að gera áratugum saman, að því það er til meira. Það endar ekki bara hér. En jarðvistin er vissulega táradalur og verður það áfram. En þetta er meira. Og þeir sem að boða Jesú Krist krossfestan og upprisinn eru í raun og veru að benda á þetta. Það rifnaði fortjaldið. Fortjaldið er, má segja, hulan sem dregin var upp, sem að blindaði mönnum sín á það sem kemur, er og ætlað hverjum einstaklingi. Og hann segir að því að hann horfir bara á huluna, sér ekki lengra, að þetta er allt búið fyrir degi. En svo kemur trúin og við förum að velta þessu fyrir okkur, byrju, þetta getur ekki verið svona. Og við vorum að tala hérna áðan um alls konar sem að hendir mann, einstakling, og ég veit að það er enginn sem sleppur, það getur enginn rétt upp hönd og sagt við sjálfum hans í sanni að það hefur aldrei hengt mig neitt. Þegar menn fara að kafa ofan í það mál, þá byrjar það. Já, það var nú ekkert gott hérna og hérna og svo áfram og áfram. Þetta er líf manna. Svo bara allt búið. Nei, vinur minn, það er tilgangur með því að þú sért hérna. Tilgangurinn er Jesús, frelsisverkið hans á krossinu. Og að því að þetta er svona, þá tölum við með þeim hætti að engin misskilningur sé og menn sjáu, jú, víst er þetta svona. Víst er þetta svona. Og það er góð skilaboð til mín og þín vegna þess að nákvæmlega svona er þetta. Hvernig veit ég það? Trúin mín segir það. Hvernig veistu að trúin er sönn? Ég bara veit það. Og sönn bara veistu. Akkur eru til þess að 2-4? Já, hvernig ætlar að svara þessari spurningu? Ef þú veist að þetta er svona, að til þess að 2 eru 4. Á samháttu veit ég 100% að Jesús lifir. Og það er til eilíð. Það er til annað ríki en þetta ríki sem að við erum með hér á jörðinni. Allt stagbætt. Endalaust verið að glíma við til að fá betra. Endalaust verið að auka við sér land.
og það sem að menn get ekki aukið við sér land, þar bara sendur herafli og land tekið. Svona sagan okkar mannana. Þannig það ekki í hinu eilífa ríki. Það bara kvitt og klárt tilbúið núna og hefur alltaf verið eins og það núna. Ég veit ekkert hvernig það en þetta það sem ég trúi að sé. Og þetta heldur mann uppréttum og gangandi. Og í þessu veiklast ég ekki neitt, að því ég veit að svona þetta. Þó ekki veit ég hvernig þetta lítur út. Mér finnst það auka atriði, en ég veit að svona þetta. Þannig að við höfum markmið, eitthvað til að stefna að. Hulan ekki lengur uppi. Það búið að fjarlægja hana. Fortjaldið rifnaði. Og þá blasti þetta allt við. En þetta blasir ekki við nema í trúnni. Þess að Jesús þarf að komast að til þess að svifta þessu burtu. Og hann einn getur það. Eina sem ég get, sem þá verkværi Guðs, það gerir þetta enginn nema sá sem verkværi Guðs. Ég get talað þetta af opinbernu þeirri sem að Drottinn veit að ég á. Og ég segi, ég veit að það til ríki eftir þetta ríki og það himneskt ríki. Þannig ég segi, þetta ekkert búið. Bara aldeilis ekki. En þetta vilja menn tönnlast á. Og svona nýjasta dæmið það þessi fregnum að þetta sé allt saman að fara í kaf. Hvers slags fréttir þetta? Fyrir hvern? Hve mikið nuggalli þessar fréttir hafi ekki vakið í hjörtum manna. Og menn horfa bara hvern og annan og hef ekki hugmyndum hvernig að gera þetta. Bjarga þessu. En ég segi, taktu við Jesú. Og þá gerir hann sig þar og fortjaldi rifnar í sundur fyrir framan augun á þér. Og þú segir og sérð inn í ríki sem að þú svona kannski hafði hreitt eitthvað smávegis og hlóstaði hvers sketi. Núna blasir það við þér og þú segir, hey, þetta sannleikur. Og það gefur þér eld í hjartað. Og þú heldur áfram en núna í þessa átt. Talsmáttinn breytist yfir í þessa átt. Og þú tekur ekki þátt í umræðinu að þessa dökku daga sem umvefja okkur hér. Nei, þú horfir í ljósið. Af því að fortjaldið, það rifið. Og þaðan kom ljósið frá himnum. Það hefur alltaf verið þetta ljós, en fortjaldið, það stoppaði þetta ljós. Það náði aldrei til okkar. Nú það komið að því það búið að rífa það. Og trúin sýnir að fortjaldið rifið. Þess að nettu baðaður og böðu þessari birtu frá Jesú. Þetta skilaboð dagsins. Og svo kemur þessi klassíska spurning, kannski ægilega, trúi ég þessu? Ég trúi þessu alveg svo nýju neti og hef aldrei neitt efast þetta atriði, kannski hef ég nú efast margt, en ég hef aldrei efast neitt þetta atriði. Þetta var bara lykill sem mér var réttur. Og svona innan gæsalappa hefur maður fengið að rýna inn í þetta sem framundan. Örlítið. Og ég segi, það allt í friði, það allt í spekt, það allt á sínu stað. Hvað vann ég til þess að komast að þessar niðurstöðu? Ég hef ekki unnið neitt. Það var annar sem vann verkið fyrir mig. Hann heitir Jesús. Hann dó á krossi. Hann reis upp og fortjaldið rifnaði og ég fór að sjá, fékk heimil til þess að sjá inn í þetta ríki svona aðeins smjörþefin. Það heitir trú. Þetta allt saman komið frá Jesú. Og ég og þú, því skuldbundin honum, að segja í það minnsta frá þessu. Að láta ekki hjálíða að tala þetta í þeim sannleika sem á til sjálfur. Já, ég trúi þessu.
Og þetta er ekki bábilja fyrir mér, þetta er heilagur sannleikur. Alveg svo það er sannleikur að ég er hér á þessum stað, að gera það sem ég er að gera. Þá er hitt líka sannleikur. 100% sannleikur. Og við þurfum hann. Það er nóg af blekkingunum. Það er nóg að hrakfara spám. En ég og þú, við þurfum ekkert að vera þar. Við megum það auðvitað ef við viljum, því að við megum allt. Drottinn hindrar okkur ekkert í að gera það sem við viljum. En hann kemur inn með þá kennslu sem hann telur þurfa til þess að ég í það minnsta ígrundi þetta og hitt. Og ef ég hafna þessu, þá er ég án afsökunar. Ég hafna ekki því sem ég veit ekkert Það gæti verið mín afsökun alveg heiklust, ég vissi ekkert þetta hvort þið er, en ég veit þetta. Þá er ég orðin án afsökunar. En nú hef ég valkost. Og hvað vel ég? Heiklust Jesús. Það er nú ekki flókið. Ég trú á Jesús. Ég trúi á krossfestinguna og ég trúi á upprisu dauðra til lífsins. Og ég er maðurinn sem að lifi þetta núna. Ég segi, ég mun ekki deyja. Að vísu fer líka minn undir mold eins og allra manna. Ég er meira. Það er það sem við erum að koma fram með, að við erum meira. Hver sýnir okkur þetta? Hver annar en Jesús? Hann er allt í öllu. Hann er allstað. Hann vinnur verkin með þessum hætt og hinum. Hann er allstað. Það sleppur enginn við að heyra röddina hans. En sumir setja upp ykkur skilju eyrun til þess að boðskapurinn komist ekki inn fyrir. Það er þeirra mál, það er þeirra val, en þeir fenga að heyra. Hvað þeir gerðu er þeirra val. Ég segi, ekki setja einhverja skilju á eyrun þín, heldur taktu við þessum boðskap. Og hvað gerir? Hann fer í hjartað, og hvað meira? Allt í henni sérðu að þetta fordjald er rifið. Það er það sem þú sérð. Og það verður fyrir þér opinberun eins og hefur verið fyrir öllum öðrum sem á sama stað hafa verið. Og ég er ekkert svo fyrsti og svo eini. Við erum mörg. Út allan heim. Og ég hef verið, eins og þú sjálfsagt, við erum með alls konar fólki frá alls konar stöðum. Og öllum þessum stöðum er til kristið fólk. Og hvað meira? Jú, við tölum öll eins. Við tölum öll eins og við erum að heyra þennan mann tala hér. Við tölum öll þetta eilífa líf. Við tölum öll að þetta sé ekkert búið. Við andlátið sé bara allt búið. Það er ekki þannig. Og þegar þú áttar þig á þessu, þá sérðu hversu graf alvarlegt þetta líf er. Það eru til 2 staðir. Ef að eilífaríki Guðs er staðurinn, þá er hinn staðurinn líka staðurinn. Og þangað vilt ekki fara. Og Jesús segir, þú þarft ekki að fara þangað. Veldu núna. Og hvað segir hann meira? Veldu mig, veldu Jesú Krist. Sumir taka áskoruninni og velja Jesú Krist. Akkurju? Að því Drottinn fann þig og setti þetta fram fyrir þig. Að vísu var það nú ekki þannig hjá mér, ég bara fékk þessa gjöf. Allt í einu vissi ég að það var til eitthvað sem hét Guð. Hann var raunverulegur. Ég tek bara mína sögu. Kannski gerist þetta hjá öllum þannig, hann bara kemur og gefur manni þetta. Hann akkurju? Ég veit það ekki. Og ég þarf ekki að vita, ég veit bara hvað ég á. Og ég segi, ég er á leiðinni til ríkis Guðs á himnum. Hvernig fellur mér þessi niðurstað? Mér fellur hún vel. Mér er frábært að maður skuli, já, náttúrulega er lífið hjá manni stundum bara táradalur og sorg og sút og allt það. En þetta er hégómi hjá því sem að kemur. Við höfum að horfa til framtíðarinnar. Við höfum að auðvitað vera í andartakinu
og við höfum að gera með andartaki þannig að það komi sem best út fyrir okkur og alla í kring. En við erum sjaldnast í andartakinu. Við erum annarkvort í fortíðinni eða þá einhverstað langt fram í framtíð. Sjaldnast í andartakinu, í andrúminu sem við draugum súrefnið í. En það er allt að gerast. Og við með okkar veganesti úr fræðum Drottins segjum, við notum andartakið í þágu Guðs. Þannig við gætum orða okkar í andartakinu. Það er ekki rétt. En það gerist allt í andartakinu. Þessu merkilega andartaki. Og andartaki er þannig að það getur skipt sköpum hvað framundan er hjá þér. Andartaki. Er heimurinn mikið að kenna andartaki? En Kristur er upptekinn við það. Akkur, það skiptir öllu máli. Hvernig þú bregst við áreiti eða hverju sem er, skiptir máli fyrir þig. Andartaki hefur fellt margan mannin og konuna. Hér og nú er staðurinn. Þannig að við getum ekki verið í fortíðinni. Hún fylgir okkur. Við getum heldur ekki verið í framtíðinni því við vitum ekkert um framtíðina. Og hvernig geta þá menn sem vita ekkert um framtíðina, við erum með spádóma um það, þetta sé allt búið nema við gerum þetta og þetta. Eitthvað oft hafa menn ekki gert þetta. Þeir sýna það með þessu sem þeir eru að tala um, að þeir vita ekkert um framtíðina. En einhverja hluta vegna finnst þeir vera knúnir til að tala um hana. Það heitir á máli vísindana aðvörunarorð hvað? Eitthvað sem við vitum ekkert um. Hvers slags aðvörunarorð er það? Já, ég sé það ekki. Og ég biði bara að fyrirgefa mig það. Ég sé það ekki. En ég veit að andartaki skiptir máli og við erum öll í andartaki og við þurfum að spila rétt úr andartakinu. Það getum við. Þá draugum við upp það sem við eigum. Og hvað eigum við? Til að mynda reynslu, til að mynda fræðslu. Til að mynda orð Guð, trúna okkar. Við eigum þetta allt og í andartakinu viljum við nota þetta. Af hverju? Að við viljum spila rétt úr andartakinu. Fyrir framtíðina. Það er það eina sem við höfum í höndunum til framtíðar, það er að spila rétt úr og Drottinn veit hvað er inn í framtíðinni. Hann er nútíðin, þátíðin og framtíðin. Hann er þetta allt. Þannig við erum ekki að tala um neitt lítið, við erum að tala um það sem skiptir öllu máli. Þannig þú getur farið eftir því sem Drottinn segir. Sumir fara eftir öllu sem hann segir, eða allavega, já, öllu segir það bara. Þessu fólki getur ekki tleggst á. Það er útilokað. Þegar Drottinn fer ekkert með staðlusa stafi. Hann segir ekki ykkur á bábilju. Ég gæti alveg sagt bábilju, ég hef ábyggilega oft sagt alveg hellingsbábilju. En Drottinn er ekki ég. Þannig að þú getur 100% hlusta á Drottinn. En goldið varhug við ýmsu sem ég er að segja. Svona prívat. Hvað viljum við? Hvernig viljum við hafa þetta? Við viljum öll gott líf. Við erum að tala hér um gott líf. Við erum að tala hér um líf sem stendur á grunni og bjargi. Líf sem að hulun hefur svift frá og við segjum víst er til eilíð. Víst er til Guðsríki. Víst er til himnaríki. Við segjum þetta, við trúum þessu og við munum fá að sjá þetta. Ég er 100% viss. Ég er ekki 100% viss um það ég muni fá haftarsvinning. Og kannski hef ég eitthvað að fengi haftarsvinning, en það er lotteri. Þú stólar ekkert á það. Þú getur ekkert miða við það í neinu sem þú ert að gera. En þú getur miða við þetta. Ég á eilífa lífið með Jesú. Fyrir mér er það akkurinn mesti en fyrir þér. Einskis verði. Það getur algjörlega skilið á milli mann og kvenna í þessari afstöðu.
er rétt, er rétt. Sannleikur er sannleikur, hann verður aldrei frá okkur tekin. En eftir stendur val mitt að trúa honum eða ekki. Og ég trúi sannleikunum. Ég trúi því að Drottinn sé hinn uppreisni Jesú og hann starfi með okkur hér og nú, horfi á þennan fallega mann segja sín orð og hann jánkar þeim öllum. Okkur, að því hann er í mér. Hann er hér. Og ekki bara hér, hann er líka það sem þú ert í þinni trú. Og ég veit, að því ég er kristinn maður sjálfur, að þetta er góð býtti. En hvað eru búin að tala lengi? Ég sé ekki á neina klukku. Er þetta ekki ágætt? Og Konráður Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.